Í lagi að gefa börnum geðlyf? Sko, notkun geðlyfja hjá börnum felst í því náttúrulega að ítarleg greining fari fram fyrst. Að sérfræðingur eða fagaðili í rauninni skoði ítarlega hvort þessi erfiðleika sem barnið glímir við þurfi fyrsta lagi meðferð og hvers konar meðferð. Auðvitað höfum við öll miklar áhyggjur af nota of mikið geðlyf hjá börnum að sjálfsögðu og þetta reyndar ekkert nýtt. Við höfum verið að skoða þessi mál svolítið lengi en megum ekki gleyma að 5% af öllum börnum unglingum hverjum tímabili glíma við alvarlega geðræna erfiðleika. So far, there's nothing in terms of a multimodal treatment package where you combine various interventions that goes without the medication. Nowadays, we are confronted with knowledge from recent trials and the use of these drugs in the recent past, showing that the combination of a drug, an antidepressant, and a psychotherapy, cognitive behavior therapy, is the most efficient way to help adolescents. And that is really good news because over years we have been confronted with the fact that adolescent depression doesn't respond that well to any treatment like adult depression, so it's more difficult to treat. Það auðvelt fyrir foreldra að átta sig á því þegar barnið með háan hita. Erfiðara getur verið að koma auga á geðræn vandamál. Mental disorders in children and adolescents are more and more recognized as being there, so they are considered to be a fact. This is a process that has been developed over the recent past. Some 30 years ago, the lay public was yet not well prepared for accepting the fact that there are lots of children who have mental problems, either chronic conditions like attention deficit hyperactivity disorder or autism spectrum disorders, or even mental retardation. That was well accepted all the time, but even depression was not considered to be a mental disorder for quite a while, and now it is a very frequent diagnosis. So all in all, there is an increasing tendency in all societies to accept that children already can have severe mental disorders. Á sálfræðivefnum persona.is má sjá hvar unglingar leita sér ráða vegna þunglyndis. Hæ, ég 15 ára stelpa og finnst ég vera með þunglyndi og athyglisbrest og ég veit ekki alveg hvað ég á að gera. Ég get ekki talað við foreldra mína því þau taka mig ekki alvarlega. Hæ, ég 16 ára stelpa og ég held að ég sem þunglyndi. Mér langar ekki að gera neitt, ég sef bara rosalega mikið og finnst ekkert vera skemmtilegt. Mamma segist alltaf skilja mig, en hún gerir ekkert til að hjálpa mér. Hæ, ég 16 ára. Ég greind þunglynd, en foreldrar mínu vita það ekki. Ég að hjálpa í skólanum. Depression as a mental state is more severe, it is more protected. That means it has an extended course over time, and it is associated with a lot of other symptoms, a lack of energy, a loss of pleasure, we call it anhedonia. The child, for instance, would have a decrease in academic performance at school, would withdraw from other children he or she used to play with. So it is a configuration of various symptoms that may not easily be detected in all cases because sometimes parents might be quite happy that this child doesn't create any major problems. Áður fyrr var talið að börn gætu ekki orðið þunglynd. Þunglyndi væri sjúkdómur hinna fullorðnu. Depurð og aðrar tilfinningasveiflur unglingsáranna voru útskýrðar sem eðlilegur fylgifiskur þess að breytast og þroskast. So the same adults who accept the use of this medication and adults will not accept it
in his own child. So, for instance, the mother would accept treatment for herself, but not for the child. And that is based on a concern that we have a growing individual, and there's some concern, could it affect the development of the child or the development of the brain? So these prejudices and these concerns are understandable, but they are lacking scientific evidence. And so it is the task of the clinician, the skilled doctor, to overcome these prejudices. Það var reyndar á tímabili talað að þunglyndislyfin gætu stuðlað að sjálfsvígum hjá börnum, en þá hefur væntanlega verið ruglað saman sjúkdómnum sjálfum og svo lyfinu. Þetta þunglyndi áhættuþáttur fyrir sjálfsvígum og þar af leiðandi þeir sem að nota þunglyndislyf líklegri til að fremja sjálfsvíg heldur en aðrir. En það hefur aldrei verið sýnt fram á að þunglyndislyfin beinlínis valdi sjálfsvígum hjá börnum. Hins vegar sum þeirra geta valdið hugsunum sjálfsvíg þegar börnin að koma upp úr þunglyndinu. Margt bendir til þeirrar alvarlegu staðreyndar að Ritalin og sambærileg lyf sem ávísað til barna með ofvirkni og athyglisbrest séu misnotuð af fullorðnum fíkniefnaneytendum. Við höfum töluverðar áhyggjur af því að þetta að aukast hjá fullorðnum vegna þess að við vitum náttúrulega að Ritalin lyf sem misnotað hjá tiltölulega litlum hópi manna, en það skiptir máli að íslenska heilbrigðiskerfið sé ekki allavega niðurgreiða lyf ofan í slíka neytendur.